Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 56 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað annað en ég að fara að tala um. Ég var að lesa mér til ákveðið viðfangsefni sem mér datt í hug að tala í dag og komst fljótt að því að ég þyrfti að skoða þetta ennþá betur og kannski taka upp þann þátt seinna. Því að málið sem notað í þessum heimildum sem ég ætlaði að nota til þess að fjalla þetta mál mjög gamalt og það gamalt að það greinilegt að heimildir heimildanna eru fornar og kannski ekki búið að endilega ritrýna svo mikið. So my sources seem to be ancient or very old, and therefore my first layer source may not have been so edited or corrected. Þetta viðfangsefni sem ég þekki ágætlega, kannski meira heldur en meðal maðurinn á mínum aldri á Íslandi, þannig ég ágætlega öruggur í því að tala þetta. En til þess að geta staðið með orðum mínum þá þarf ég að kynna mér þetta betur. En á meðan ég var að lesa þetta þá kom upp máltæki, an idiom, sem myndi mig á aðra hluti innan íslenskunnar sem væri kannski verðugt að tala í styttri þætti sem ég ætla að reyna að taka upp í dag. En þetta þá stutt máltæki sem mjög saklaus í eðli sínu, en vitandi samhengið á bakvið þau, þá þau mjög myrk og eiga jafnvel við ómóralska hluti. Þannig að ég ætla að tala stuttlega tvö myrk máltæki sem kannski ekki ennþá notuð í dag af því við gerum ekki þetta allt í dag. Þannig að eitt orðið útdautt, it's gone extinct í praktísku daglegu tali, en allir á Íslandi vita hvað þetta þýðir vegna þess hvað þetta var þegar við stundum þetta. Áður en ég held mikið lengra áfram þá langar mig að byrja á að tala eitthvað sem ég segi við nemendur mína íslenskuna almennt. Og það að þegar íslenska á að vera dramatísk, þegar við ætlum að segja eitthvað mikið og eitthvað stórt, þá notum við eins fá orð og hægt Íslenskan ljóðmál á þann máta og þegar við ætlum að lýsa einhverju sem að mætti kalla í réttu skyni og bókstaflega epíst, þá myndum við reyna að segja það í fáum orðum frekar en mörgum orðum. Það mætti bera saman enskar bókmenntir og íslenskar og taka sem dæmi annarkvort J.R.R. Tolkien eða George R.R. Martin sem báðir fantasíu rithöfundar sem taka sér mjög langan tíma í að lýsa ákveðnum kringumstæðum, landslagi, aðstæðum og svo framvegis. Þannig að mikilfengleikinn að hluta til fenginn úr því hversu mikið
hlutin að segja. Það eins og á íslenskunni, þá sé það akkurat öfugt. Þeim mun minna sem sagt hlutin, þeim mun epískari hann. Í Íslendingasögunum fullt af það sem að heitir í kvikmyndatali í dag one-liners, sem miklir dramatískir vendipunktar og segja ótrúlega mikið í mjög fáum orðum. Í praktískri notkun í dag þá segi ég við nemendur mína að ef að þú ætlar að reyna að meina hlutin sem þú segir minna, kannski þarftu að nota mjög sterkt lýsingarorð til þess að segja það sem þú ætlar að segja, að ef þú vilt minnka áfallið eða áhrifin frá orðinu, þá reynirðu að segja eins mikið af öðrum orðum í kringum það til þess að minnka áhersluna á þessu orði. Það auðvitað mjög algengt í málum almennt, en þetta á sérstaklega við í íslenskunni þegar við erum með svona mörg eldgömul og forn orð í daglegu tali, að þá þurfum við oft að þynna út áhersluna með því að beita fleiri orðum. Því annars það of epíst. En þá komum við að máltækjunum, og það fyrsta að verða úti. Það myndi bókstaflega þýðast sem to become out, to become outside, or maybe making sense, to be out. Þetta eru tvö saklaus orð saman. Að verða sögt sem að á við framtíð eða einhverja breytingu, to become, og úti bara atviksorð sem þýðir outside, frekar en að vera inni, sem væri þá mótsögnin við orðið, andstæð merking þess. Ég ætla að gefa þér aðeins tíma hérna í þættinum að hugsa þig hvað heldur þú að það þýði að verða úti á íslenskunni. Þetta þýðir að deyja einhvers staðar úti í náttúrunni. Það að verða úti þýðir í rauninni að þú náðir ekki að koma þér inn frá hættunni. Þið ykkar sem skiljið mig vitið öll að veðuraðstæður og landslag á Íslandi ekki beint það heppilegasta í heiminum fyrir mannfólk. Það ekki mjög auðvelt að lifa það af að búa á Íslandi, hvað þá á miðöldum og víkingaöld. Það of kalt, það of mikill vindur og það of mikið óveður til þess að hreinlega búa utandyra og dafna. Þetta landslag nær andstæða þess að vera í biblísku Eden. Þannig að ef þú ætlar að lifa það af að búa á Íslandi, þó það sé yfir sumartíma, þá verður þú að eiga þér skjól, þar sem þú kemst einmitt í skjól frá náttúrunni. Að eiga þér stað þar sem þú getur verið inni. Því hvað gerist ef þú nærð ekki að komast inn úr náttúrunni á Íslandi? Ef þú nærð aldrei að komast inn, þá þýðir það að þú hefur dáið áður en þú komst inn. Og þetta mætti heita einhverjum tragískum orðum. Þetta mjög sorglegur viðburður að einhver hafi ekki náð að komast í öruggt skjól og þess vegna að deyja löngu áður en einstaklingurinn náði háum aldri.
og nær að deyja friðsælum dauða. En þetta kalla Íslendingar sem hafa þurft að lifa við þetta og þennan raunveruleika að náttúran okkur dauð hættuleg að verða úti eða að vera úti. To be out. Það ótrúlega þurr leið að lýsa hrikalegum hremmingum. Hitt máltækið til þess að gera þetta enn myrkara eitthvað sem gerist ekki lengur í dag. Því miður gerist það ennþá að fólk verður tæknilega séð úti á Íslandi. Það mjög sjaldgæft að það gerist á hina típísku máta eins og til dæmis að vera á fjöllum og komast ekki í húsaskjól áður en óveður skellur á. Það gerist nær aldrei á Íslandi í dag, en það kemur fyrir að fólk sé rifið út á haf á vinsælum túristastöðum eins og í Reynisfjöru. Það óhugnanlega stutt síðan einhver dó úti á hafi í Reynisfjöru síðast, þar sem hann náði tæknilega séð að verða úti. En hitt alveg útdautt í praktík. Ástæðan fyrir því að ég sá þessi orð voru að þau tengjast málamiðlun sem gerð var þegar Ísland varð kristið. So that would be a compromise from when Iceland became Christian. Ég tala nánar það seinna, líklega, og þá ég búinn að gefa út það sem ég ætlaði að tala í dag, en hætti við vegna þessa. En þetta máltækið að bera út. Literally to carry out. En þá að bera hvað út? Þú verður að bera eitthvað út til þess að geta gert þennan hlut sem sagnorðið segir. Við notum þetta máltæki í dag til þess að tala til dæmis póstdreifingu. Því þá bréfberar og póstberar, fólk sem vinnur við að senda póst, sem ber út bréf. Það ber út póst og áður en nær öll prentuðu dagblöð Íslands hættu að gefa út alvöru líkamleg pappírsdagblöð, þá hét það að fara með þau á milli húsa að bera út blöð. Eða jafnvel bera út blaðið. So carry out the paper. En hvað svona myrkt við það? Það vegna þess að það sem við vorum að bera út á þeim tíma sem að þetta var hlutur sem skipti okkur máli, á þeim tíma sem við urðum kristin, það að segja í kringum 1000 ár eftir Krist. Þannig að við erum að tala hluti sem að Íslands samfélag var að gera fyrir 1000 árum síðan. Það var að bera út börn, sem einfaldlega kallaðist bara að bera út. Þetta hrikalegur hlutur að gera. Þetta eitthvað sem fólk gerði ekki nema í neyð. Þetta í rauninni morð á börnum og unga börnum. Ég var að tala það rétt áðan að íslensk náttúra okkur öllum stór hættuleg og þess vegna náum við að verða úti eða vera úti, og það á við okkur fullorðnu. Hvað þá með börn og unga börn? Það sem var þá gert var að mæður eða tengdir aðilar í fjölskyldunni tóku barn
sem einhverra ástæða vegna og einhverja ákvarðana vegna átti ekki að lifa lengur og gengu með það út í náttúruna, eins og til dæmis út í hraun eða einhver staðar þar sem hægt var að koma því fyrir án þess að nokkur fyndi það og einfaldlega skildu það eftir. Það engin leið að segja hversu algengur hlutur þetta hefur verið. Hvort að fólk hafi gert þetta oft og hvort að þetta væri örþrifaráð, a last resort, sem oft hafi verið gripið til. Ég ætla að vona að fólk hafi kunnað sig nógu vel til þess að hafa ekki verið að þessu mikið. En það að þessi orð séu til í þessari merkingu þýðir að þetta hefur verið gert. Alveg eins og það ástæða fyrir því að það eru til orð eins og infanticide. Það þýðir að það hefur verið gert einhvern tíma. Það væri of myrkt að fara að tala af hverju fólk myndi gera svona hlut, nema kannski einfaldasta dæmið sem væri að vegna sults, due to famine or starvation, sæi fólk sér það best í stöðunni varðandi frambærni allra á bænum, á heimilinu, að því miður eigum við ekki nóg af mat ofan í alla og því verðum við að bera þetta barn út. Þetta virkilega myrkur hlutur og þetta sérstaklega myrkur hlutur í nútíma samfélagi og í nútíma kringumstæðum, þar sem flest okkar erum alin á þeirri hugmynd að hvert einasta líf heilagt og á rétt á sér. En við verðum þá líka að taka í myndina að við lifum á 21. öldinni. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið til í fleiri áratugi. Við lifum í nýjum velferðarsamfélögum. Við eignumst færri börn því við þurfum ekki að eignast 15 börn til þess að mögulega lifi 5 þeirra af og siðferðisleg gildi hafa verið önnur á þessum tíma. Og til þess að taka loka tengingu inn á viðfangsefni sem ég tek svo seinna fyrir, þá var þessi hlutur einmitt einn af þeim hlutum sem voru ræddir sem málamiðlunar atriði þegar Íslendingar tóku upp kristna trú árið 1000 eða í kringum 1000. Þannig að þegar allir Íslendingar samþykktu að taka upp kristna trú og læra þá og stunda þau gildi sem finnast innan kristinnar trúar, frekar en þeirra sem finnast innan heiðinnar trúar, að þá vildu Íslendingar og íslenskt samfélag halda í leyfi til að bera út. Þannig já, mér langaði að prófa að gera einn svona dark history þátt sem tengist málinu og íslensku samfélagi, með kannski þá punkta á bakvið eyrað að hugsa að samfélög þróast, en á sama tíma breytist manneskjan ekki endilega svo mikið og hvað það að vera til dæmis að þó að við náum miklum vísindalegum framförum, þá verðum við að bera virðingu fyrir náttúrunni, því hún getur svo hæglega tekið okkur. Og varðandi praktíska málnotkun, að nýta þetta sem dæmi til að tala hvernig Íslendingar eru dramatískir og hvernig dramatík innan málnotkunar á íslensku í samanburði við
önnur mál. Þannig já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Við sjáum til hvort mér takist að búa til þátt þessa kristnitöku, kannski eins og í næsta þætti. Ekki nema að það komi eitthvað upp sem að látu mig skipta skoðun á því. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.